Góða kvöldið, áhorfendur. Upphitun er farin af stað hérna á Íslandsmóti einstaklinga 2026, karlaflokkum í forgjöf. Kem inn á eftir þegar upphitun er búin. Á meðan verður hljóðlaust út af tónlistinni sem er spilað hérna.
Jæja þá, velkomin í streymi hérna frá milliriðli á Íslandsmóti einstaklinga 2026 karlaflokkum í Forgjöf. Við erum með 2 streymi í gangi, annars vegar frá brautum 15 til 18 og svo 19 til 22. Hérna í kvöld í milliriðlunum eru 16 keppendur sem halda leika áfram. Forkeppnin var helgina á laugardag og sunnudag og hérna í kvöld verða spilaði þá 6 leikir líkt og í forkeppninni, hvort daginn í forkeppninni. Færslan er þessi klassíska færsla að þeir sem byrja á vinstri braut eða 8-tölubraut eftir hvern einasta leik munu þeir færa sig 1 sett niður til vinstri og sléttatalan færi sig þá til hægri 1 sett. Þeir sem keppa hérna í kvöld eru, ef ekki segja, bara svona alls konar græðingar, bæði nýgræðingar og gamli græðingar og allt þar á milli. Og ansi breytt hérna aldursspil á keppendunum. Ef við förum aðeins yfir forkeppnina þá þurfti með Forgjöf 214,6 í meðaltal til þess að komast upp í 16. sætið. Og efstur eftir forkeppnina sem lauk í gær er Adageir Baldursson úr ÍR. Hann lék þessa samtals 12 leiki í forkeppninu með 232 í meðaltal og reyndar jafn honum að stigum Guðmundur Sigurðsson og Ánni Skaga. Já, séð hérna í stöðun á Facebook síðunni þar sem að staðan kemur inn að ekki að skipta nákvæmlega öllu þarna í forkeppninni að Guðmundur átti að vera í sætinu fyrir ofan því að hann var hærri í síðasta leik. En hvað er það? Staðan eftir leiki núna mun komin á Facebook síðu Keilusambandsins, þannig að þú vilt vita hvernig þetta er eftir hvern leik. Þá ferðu bara inn á Facebook og leitar að Keilusamband Íslands og eftir þegar þessi leikur er búinn þá kemur inn staðan. En síðustu helgi, eða fyrir viku síðan og mánudag, þriðjudag í síðustu viku, þá lauk kvennakeppninni. Við ákváðum að fara með þetta aftur í kynjaskipta keppni til þess að leyfa konunum að bara keppa sín á milli og keppa bikar. Þá sem og núna í karlakeppni var gaman að segja frá því að þáttakan er að sprengja öll met. Við höfum aldrei haft svona marga í forkeppni. Núna voru 48 karla sem spiluðu og í forkeppni sjálfri og í kvennakeppninni sjálfri ef við kíkjum aðeins á hvernig það allt saman fór. Látum okkur sjá. Já, þar voru 28 konur sem tóku þátt. Við hefðum aldrei getað haft þetta saman á einu degi í húsinu af því við fáum ekki tíma til þess að spila þetta hérna, svona marga. Hvað það? Ef við förum aðeins yfir hverjir þessir 16 eru sem eru að keppa núna í dag þá ef við byrjum frá braut 15 og teljum upp úr, á braut 15 eru Óskar Ingi og Tómas Freyr. Óskar Ingi er úr ÍR og Tómas Freyr frá Skaganum. Á braut 16 eru Ásgeir Karl úr KFR og Atli Þór úr ÍR. Á braut 17 eru þá Ingi Freyr Bragason úr ÍR og Einar Kári frá Öspinni. Á braut 18 eru Birgir Guðlaugsson og Adageir Baldursson, báðir úr ÍR. Á braut 19, annað streymið, þá er komin út úr hinu streyminu upp í hitt streymið. Þar eru félagarnir Róbert Dan Sigurðsson og Guðmundur Sigurðsson úr IA.
ekki feðgar samt, eða bræður, þó Sigurðssynir segja. Á braut 20 eru þá Stefán Máni Unnarsson og Magnús Geir Hreinsson báðir úr ÍR. Á braut 21 er Böddi the Great úr KFR og Ástór Ingi sem er yngstur hérna í mótinu. Hann er úr ÍR, hann Ástór. Og 22 eru þá Matthías Helgi Júlíusson og Arnar Óli Strömm báðir úr ÍR. Lægsta forgjöfun sem við sjáum hérna í dag eru heilir 6 pinnar sem er Ásgeir Gall. En mesta forgjöfun sem við sjáum í kvöld er hjá Ástóri Þór Gunnarsinni, hann er með 71. Þess má geta fyrir eitthvað sem eru að horfa á streymi og skoða skorið frá Lindog, að skorið eins og fluttist úr forkeppni kemur með forkeppni, en allir leikirnir sem við sjáum í kvöld og samtalan hér eftir inniheldur ekki forkeppnina. Lindog nær ekki að lesa forkeppni út úr stöldrunarkerfinu. Hefur ekki að leyfa þessu að rúlla hérna aðeins bara því ég horfið á skjáinn og ég kem inn ef það er eitthvað sérstakt í þessu.
Þá fyrstu leikurinn að klárast. Það held ég bara Tómas Freyr með síðasta kastið á braut 16. Sýnist að vera að spila 199-200 pluss þá forgjöf. 7 verðin eftir og hún fyrir niður. Þá ætti skorkerfi að fara og færa leikmenn til, en topp 8 er kominn. Guðmundur Sigurðsson er efstur með 3015 pinna. Það er þá meðforgjöfinni. Adam Geir er með 2992. Þriðja sæti er Tómas Freyr Garðarsson. Freyr hvað? Það er nokkur freysar hérna hjá okkur. 2944 pinnar. Óskar Ingi Óskarsson er í fjórða sæti með 2942. 5. sæti er þá Arnar Óli Strömm með 2942. 7. kemur akkurat einn Freyr sem heitir reyndar Ingi Freyr og Bragason. Hann með 2925 sýnist mér, getur ekki lesa. Svo kemur Magnús Geir Jensson, hann með 2898, 8. Ástór Gunnarsson 2873. Böddi bara tilbúin að koma inn í kastabraut 20, byrja leik nr. 2 á Fellu. Restin er svona bara rétt að reyna standa í þessum hreppaflutningum og fara milli brautapara. Skulum sjá hvort að staðan fer að koma inn á fésbókina góðu. Það er smá tíma til þess að pikka út skor úr skorkerfinu og setja í skjalið okkar. Ástór bara hendur hérna Fellu. Gaman að segja frá því, það er alveg bara liggur maður að segja allt og mikið af fólki hérna í salnum að fylgjast með, en það er bara gaman að því. Gaman að sjá svona marga kíkja hérna í byttir og fylgja sínu fólki, sko. Förum svona rétt aðeins yfir bara fyrir sitthvað streymin, hver eru hvar. Þá eru Matthías Helgi og Arnar Óli Strömm á braut 15. Ingi Freyr og Einar Kári er á 18. Ásgeir Karl og Atli Þór er á 17. Róbert Dan og Guðmundur Sig á 18. Á 19 eru svo mikið sem Birgir Guðlaugs og Adam Geir. Á 20 Böddi og Ástór. Á 21 eru Stefán Máni Unnars og Magnús Geir og 22 eru þá Óskar Ingi og Tómas Freyr. Þannig eru aðeins að bíða eftir stöðinni inn á fésbókarsíðuna. Og kannski að við bíðum þá má alveg fara yfir það svona fyrir þá sem þekki ekki alveg reglurnar í mótinu að þegar að þessu kvöldi lýkur þá, svo eftir þessa 6 leiki, þá
þá halda efstu 8 áfram og spila hérna á morgun, byrjum klukkan 7 líka á lokadagurinn. Þá að spila maður á mann, round robin kerfið, bónustig fyrir unni leik, þannig að menn halda áfram að safna pinnum til þess að reyna að koma sér í topp 3 sem að fara þá í úrslitin hérna á annað kvöld. Úrslitin ætti að vera svona í kringum eða upp á 9. Annað kvöld verða að spila á 19:20 ölluleikjum. Skori fylgir alla leið að úrslitunum sjálfum. Þá bara að byrja upp á nýtt og hérna spila 2 leikir, spila 3 inn á og lægsta skori dettur út. 2 spilum titilinn. Fyrir viku síðan þegar kvennakeppnin var, þá var það Marika sem hafði betur í alveg ótrúlega spennandi úrslitaleik á móti Særós Erlu. Það bara riðist ekki fyrir henni í blá lokin. Hvorum megin dollan fór. Vonum að við höldum hérna þessari spennu alveg út í lokin. Það sko, ef við förum aðeins innumlega yfir fórkeppnina hvernig þetta raðaðist, að þá voru Adam og Gummi sem voru efstu sætum eftir fórkeppnina með 209 pinna á 16. sætið. En frá 17. sætinu þá þurfti ekki nema 8 pinna til þess að komast upp í top 16 og við þurfum að leita alveg niður í hérna 29. sæti þar sem voru 97 pinnar í mun, innan við 100 pinnar í næstu 11-12 sæti. Þannig að þetta var ansi oft í gær. Og einhver þarna á brautinu vill örugglega reyna að stinga svolítið þægilega af, en við vonum að það verði eitthvað svona smá spenna hérna í þessu fram eftir kvöldinu. Staðan virðist vera komin inn. Já, eins og sagði Guðmundur Sigurðsson í 1. sæti, Adam Geir í 2., Tómas er í 3., Arnar Óli í 4., Óskar Ingi í 5., Ingi Freyr í 6., Magnús Geir í 7. og Ásdór í 8. Atli Þór Kárason er í 9., vandar 17 pinna inn í köttið á topp 8. Ásgeir Karl klifraði hérna svolítið hressilega upp listan og hann er komin í 10. sætið, vandar 45 pinna. Sim og Róbert Dan sem eru jafnir þarna í 10. 11. sæti. Stefán Máni Unnars er í 12. sæti, Birgir Guðlaugs í 13., Matthías Helgi í 14., Einar Kári Guðmundsson úr Öspinni er í 15. og Böddi Björgvik Sigurðsson, hann er í 16. sæti. Og 16. sæti núna er sérst 135 pinnum frá topp 8. Já. Heyrðu, staðan kemur í kommenti undir þessa mynd væntanlega þegar leikur 2 er komin í hús og ég ætla að tekka mig út og kem inn aftur ef það er eitthvað sérstætt í gangi.
boltinn var góður. Það hefði byggt að svona 10 mínútur. Það er 5 metrar mjög. Ok, geggjaði setjabútinn á fullkominn. Það er að fara nógu langt út til það fara ekki. Svolítið þéttur. Hvað er það? Ætti að tala um mig eða? Ég sé á þér. Já, Ég veit það. einmitt nákvæmlega. Það var svolítið þéttur boltinn hjá honum sko. Örlítið. Slapp með hann, að slapp með hann. Já, Maggi. Það þarf að hreinsa hann, takki virkar ekki. Takki virkar ekki. Já. Virkar takkin ekki. Og ég henda á þetta. Það er hann að fara í. Það er ísett að setja setja. Helviti dýrir þessi takkar. Það hausið upp í verði, já. Bara alltaf að 1700 kall þegar hún... Eða 1500. Það er rosa dýrt. Takkin ekki dýrt, það virkar ekki. Ég var Já, prófa það. Höllum í byrjun, ekki eftir. Prófa það næst. Sjá hvernig það virkar. Það var líka sem það Birgir. Birgir. Það er feikjur. Pabbi átti eftir að hluta á takk. Hún hefur glemt þessu. Það er verið að setja feikjur á. Komið núna. Þetta er vindlaug, sérðu hjá. Það er einn á enginn. Það er feikja á enginn. Svo feikja. Það er að enginn að feikja, enginn að feikja. Þetta spurði mér einn. Það er enginn einn svona. Já, þetta er veitum. Góð. Já, já. Mikið betra að gera í fyrra kastinu. Það er rétt hjá þér. Það er hann ekki fyrrakappa. Það er ekki í bankastinu. Það er við akkur tók í bók. Það er kvöldabók. Það er kvöldabók. Þú voru ekki sína það. Það er ekki skrítið. Það er að spila betur þess að gera gangi og ferðir út. Já. Það var ekki gæfuleg, við sýndum einhvern veginn upp. Það er nú ekki að setja úr kvöldabók. Það trúið, ég skila það. Þessi búin að bara veita þessu veginn. Þetta er gott báðum mig.
Þá bara fyrstu menn að klára hérna leik 2 sem Ásgeir kallar á braut þarna 17-18 og komur upp í 8. ramma svo fellir fyrstu 7 og upp í 8. ramma þá tekur hann 9, 10 sendur eittir og fellir 9. en tekur svo eiginlega nánast nákvæmlega sama kastið í 10. 10 stóð eftir. Við tókum eftir að hann með svona back-up boltaði öfansnúning á 10. Svo borast hann bara beint í gegn. 2:04 pluss bónusinn. Hörku leikur sann sem áður. Braut hérna 19:20 og Böddi búinn að vera svona nokkuð að stræka vel en fæði síðan hérna 2 glennur í 3. ramma 7 glennu 7 mínus þar og hún er með barnaglennuna hægra megin það er búið að vera bæði í kvennamótinu þessu töluvert mikið af glennum. Menn verða að vanda sig svolítið að bussar ekki beint fram á trínið og fá okkur að leiðinda leif út úr þessu. Olíuborinn er alveg ágætlega trikki. Með hérna blokkringu. Beggja megin er á vinstra megin. Annarkvort er að spila svo sem bara inn í ólinu fyrir þá sem getur snúið boltanum eða bara hreinlega fara út fyrir. Segir látum okkur sjá þeir eru búnir hérna á neðri settunum en eru í 9. 10. ramma í hérna á brautum 19-22 aðeins hægari spilamennska þar. Bara betra að vera Böddi að fylla og fá þessar glennur. Við leyfum þessum leikjum hérna bara að hérna klára sig. Kem inn svo þetta er með stöðuna. með Beijon. Já, vantar bara hans með Beijon. Ég held að þetta myndi betra. Þetta var alveg eins og ég hefði viljað á þessu stöðum. Ok, þá þarf hann að vera aðeins beitna upp eða pínutæri. Hann þurfti það bara pínu.
Samkomið í geggjaðan leik. Vinja! Taka svona! Fyrir þessu leik að ljúka. Svolítið skemmtilegt að sjá þarna Ásþór Þór Gunnarsson á 1920, hann spilaði 172 fyrir utan forgjöfuna. 240 og hvað er þetta, 3 held ég með forgjöfunni hjá honum. Ítrekað aftur að hérna skori sem þið sjáðu í streyminu frá Lindog inniheldur ekki forgjöf kvöldsins sem að Lindog virðist ekki ná að lesa forgjöfuna með inn. Þannig að samtölu skori sem þið sjáuð er staðan eftir forgjöfuna með forgjöfunni og svo leikir án forgjöfar í kvöld. En þá bara vísum við inn á hérna Facebook síðuna hjá okkur hjá Keilusambandinu og þú getið séð þar stöðuna þegar hann kemur inn með forgjöfinni. Og ég er ekki að grínast með það sko, þá bara fjölgar fólkinu hérna upp í Keiluhöll sko sem er að fylgjast með. Það er alveg bara geggjað að sjá þetta. Og það er nú svo sem alveg skemmtilegur hérna flutningsleikurinn sem er hérna þegar það er að skeyta milli brauta því að þá fara allir áhorfendur hérna fram og tilbaka með stólunum sína. Þannig að þetta er svona skemmtileg tilfærsla.
En þeir eru komin á stað hérna með fyrstu kostin í þriðja leik. Einhverjum hérna aðeins og sjáum hvort við fáum ekki inn stöðuna hérna hjá okkur. Á neðri setunum eru bara svo við börum eitthvað hérna aðeins inn, þá eru á 17-18 Róbertan Gumi Sig, á Stefán Manni og Magnús Geir. Á 17-18 eru Böddi og Ástór og Matthías Helgi og Arnar Óli. Hér á 19 og 20 eru þá Óskar Ingi og Tómas Freyr, Ásgeir Karl og Atli Þór. Og höfum síðan hérna Inga Frey Bragason og Einar Kára á 21 og Birgir og Adam Geir á 22 skipta reyndar hérna. Einhver bið er á stöðunni í kommentið. Á Facebook síðan okkar. Svo við segjum nú frá einhver öðru sem er að fara að gerast hérna hjá okkur á næstunni sem að við ætlum helst að reyna að streyma frá eða gera eitthvað með. Þá verður helgina hérna 14. og 15. mars verður Íslandsmót unglinga og gerir alveg fastlega ráð fyrir að við reynum að streyma allavega frá úrslitunum þar og mögulega bara hérna megninu af sunnudeginum. Síðan dagana 21. til 23. mars, þar er laugardagur, sunnudagur og mánudagur. Þá verður Íslandsmót einstaklinga, stóra mótið, þar sem við fáum öll stóru nöfnin inn, væntanlega í kalla- og kvennaflokki. Og þar verða reyndar úrslitin í beinni á RÚV 2 líklegast. RÚV 2 líklegast, þar sem þetta eru frekar RÚV aðalrásinni. En við munum reyna að streyma eitthvað frá hins vegar mótinu sjálfu. Vonandi í laugardag og sunnudag og svo hérna mótinu að hérna að hvað þið sjá á úrunni þínu, það sést ekki neitt. Einhver rættu sem það rendi stig á hérna streyminu, skoða þetta smá. Hvað er það? Já, það er 21. til 23. síðan eða hérna helgina þar á eftir, 28. til 30. mars. Þá voru Íslandsmót öldunga og að gera bara fylgjast með fréttum á Facebookinu góðu eða klí.is. Kíkjum aðeins á stöðuna sem hafa verið komin inn núna. Leikur 2. Svo sem óbreytt staðan að Guðmundur Sig er í fyrsta sæti, Adam Geir í öðru, Arnar Óli Strömm er í þriðja sæti. Svo kemur Óskar Ingi í fjórða sæti, alveg heilir 9 pinnum á eftir þriðja sætinu, þannig að þetta getur alveg hæglega breyst hérna út á suður eftir þessi liður á kvöldið. Tómas Freyr er síðan þá í 5. sæti, þar munar 30 pinnum upp í þriðja sætið.
Magnús Geir í 7. seti, Ásdór í 7. Ingi Freyr Braga komin upp í 8. Ásgeir Karl niður í, skal ég ykkur segja, 9. seti. Atli Þór í 10. setinu, Róbert Hann í 11. Matthías Helgi í 12. Stefán Máni í 13. Birgir Guðlaugs í 14. Einar Kári Guðmunds í 15. og Böddi í 16. seti. Ásgeir Karl sem í 9. þarf 23 pinna til að komast upp í 8. setið. Og það eru 100 pinna munur í 12. setið, eða sem frá 12 upp í 8. setið. Það kíkja aðeins á skorið fyrir streymið á öðrum brautunum og hérna kemur annars inn ef það er eitthvað.
Það var nú stutt í að hérna leikur 3 klárist. Svo lítið ójátt, það er svolítið bið hérna á 1920 sem að held ég að sé nú aðalega að því að það þurft svolítið að resetta þá vél og það er ekki takkarnir á boltamóttakaran resetta-takkarnir, þeir virka ekki, þannig að það er alltaf að hlaupa eitthvað hérna á vegalindi til þess að resetta. Svo Adam er að spila hérna á braut 21, 2.24 fyrir utan forgjöf, 2.52 með forgjöfinni. Hörkuleikur á stráknum. Og já, skorið svona allavega hérna hjá mönnum. Svona þeir sem hafa gaman að fylgjast með mismunandi kaststílum og eru svona að velta fyrir sig hvernig getur svona bestað sinn leik. Það væri áhugavert fyrir ykkur að horfa hérna í streyminu núna á braut 1516 og Róbert Dans, einn handaspilara. Þetta er bara eins og kastið hafði ekki verið sérstætt í honum, en þá er þessi stíll alveg útrúlega flottur. Þetta er bara eins og að horfa bara á svona í róleitu að renna. Þetta er óbúslega svona bara mjúkt og flott í honum. Bara flæði í gegn, einfalt. Þeir sem eru að spá í tveggja handa, þá er náttúrulega svo sem kannski Ásgeir Karl hérna svo sem að menn ætti að fylgjast með. Hann og Mikki sem er nú ekki hérna í dag. Svipa er þannig lagað, kastar óbúslega fast og snúa eða spinna boltanum alveg geðveikt mikið. Og yfirleitt alveg óbúslega bombur þegar smella honum í vasann. Hann er hérna á 1920, sé að það er ennþá sama vandamál með braut 20 sem var hérna í síðustu viku. Það er að vélinn stillir fremstu keilinu ásnum vitlaust upp. Er og langt til vinstri. Það er búið að benda húsin á þetta en einhverju hluta vegna er þetta ekki lagað. Sjáum að Ásgeir tók hérna backup kast á laugina. Þetta er nú bara ásum hvað hann heitir. Hann er að fara í einhverja 213 fyrir utan forgjöf. Áttur, hann er nú bara með högstu forgjöfun, hann er með eitthvað 6 spinna í forgjöf, þannig að hann er ekki eins og þessi eitthvað geðveikt. Það er svona þegar maður er góður. Það er forgjöfun minni. Þeir eru búin á 21 og 22, er að klára á 15 og 16, 17 og 18. Já, þetta verður allt á svipuðum tíma. Kem inn með stöðuna eftir þegar hún er komin inn.
horfist konar nýjar tölur úr hérna Grafarvogshreppi. Smá breyting á efstu sætunum. Þetta Geir kominn á toppinn og hann með 3472 pinna eða 231,5. Óskar Ingi komið í annarsætið. Guðmundur Sigurfarinn í þriðasætið, slakur þriðjuleikur hjá honum sem að refsa fljótt. Arnar Óli Strömm í fjórðasæti, Tómas Freyr í 5. Ingi Freyr Braga í 7. Ástór Þór Gunnarsson í 7. Magnús Geir Jönsson í 8. Ásgeir Karl í 9. sæti, hann 22 pinnum frá köttinu. Og 10. Atli Þór Kárasson, 11. Matthías Helgi Júlíusson, 12. Stefán Máni Unnarsson, 13. Róbert Dan, 14. Birgir, 15. sæti Böddi og 16. sæti Einar Kári. Við erum komin í leik 4. Það 3 leikir eftir. Aðeins sýnist mér svona farinn fram úr tíma, en vonandi slökkur þetta allt saman. Ég svo sem bara komin í ramma 2, þannig voru lítið að segja hvað í gangi. Óskar Ingi hann byrjar á daufum fellum og ætlar að byggja undir góðan fjórðaleik. Ásgeir Karl sömuleiðis með 2. Og í svona móti þegar það ekkert rosalega margir pinnar þarna á milli, þá skiptir rosalega máli að pikka upp þessa stöku pinna og loka. Og var þetta bónus. Nóg í bili.
flúið endalaust. Mistur hann? Já, ég veist. Þetta var við vel að sko. Allar það eitthvað? Já, þetta drikkurinn sem Það er blái power eða það? Já, hann var sko pumpaði þetta fyrir vestra Svona síni? Hann er brjálaður. Ekki. Þetta er njálf. Það er bara grín. Þetta er bara með uppstand. Ég get ekki að vera gripur og svipið sko minn. Þetta? Þannig já, Ferra López. Við viljum López. Tekur hann í síðasta leik. Nei, það er allt í heima.
detta niður dökka listan og hann er ljósari. Ég veit að það er of mikið skilur en það fattar hvað það er. Þetta var nú ekki fattar. Vel gert þarna. Vel gert. Svo bara. Góður sýningur, góð vefa. Þarna lá hún. Þarna lá hún. Látum gott að þeir. Máttalega líka. Það er að spurning hvernig restin leikur. Þú veist, ef að breytingar er ekki að skila þetta.
Þá fer leikur 4 að klárast. Sýnist við vera svona höldum sæmilegum tíma í þessu. Við skoðum hérna á neðra brautaparinu. Þá Rist Birgir Guðlaugs verður að spila sennilega sem besta leik í kvöld, 206 fyrir þetta forgjöfuna. Og Ada gerir með 203 fyrir þetta forgjöf. Og aðrir eitthvað svona fyrir neðan það. Á efri settunum og nú Ásgeir Karl að spila nánast bara eila sitt, hann með 234 fyrir þetta forgjöfuna, 6 skvað, þá erum við 240. Mattias Helgi var að taka 203 pluss forgjöfuna, hann fer í 225 með forgjöf. Það var Einarkvari nálægt í að pikka upp þessu glennu. Hann að fá rosa góðum stuðning hérna á áhorfendabekkunum. Það er hérna Rut, vinkona okkar, hún er nú alveg bara hérna aðal stuðningsmaðurinn hjá honum og reyndar allir minni líka. Alveg rosa duglega að hvetja fólk áfram. Já, þetta er búið hérna á öðru settunum, en Magnús Geir á eftir að klára, Tommi opnaði í 10. rammann, Klippir var með 8 og 1. Það getur verið ansi dýrt þegar við staðið. Þannig að það eru teilingar eftir í kvöld. Gefum aðeins áttur inn og eftir þegar staðin er komin á netið. Svo við allan að þyljum hann upp hérna hver hún er. Jú, maður getur beðið um það. Svo eru það fyrir hann sem ætlar að framkvæma það. Hann er oft ekki til viðræðu.
Það kemur aðeins hérna inn, ég veit ekki, þeir sem voru að horfa á streymið á hérna 19-22, Matthías Helgi var á braut 22 í fyrsta kastinu í leiknum, fær 6 glennu, þar að það var tvistu fjarki 8-10 eftir í honum, 3 þarna vinstra megin og svo 10 og hann tók þetta gaurinn sko. Það er skratt erfitt að ná þessu þó að það sé svo sem alveg hægt. Og hefur séð það nokkuð sinnum fara niður en það er alltaf gaman þegar menn ná að kippa þessu niður. Er ennþá að bíða eftir að fá stöðuna inn á fyrspókinu góðum. Annars er bara þessi leikur að rúlla sinn gang aftur bara kem inn og það er alveg rosalega mikið af glennum í þessum burði. Það
Virðist vera fljótur að refsa manni og maður er ekki nógu vel í vasann. Látum okkur sjá það, komin einhver staða eftir leik 4. Já. Og Ada Geir heldur östarsætinu og Óskar Ingi í öðru og Arnar Óli Strömm er í 3. sæti, pinna á undan Guðmundi Sigurðsssyni, einu pinna. Við erum að tala um 3602 pinna á móti 3601. Ef þetta var að loka staða, þá fullkomið svona þess að hver pinni telur. 5. sæti er Ástór, 6. sæti er Ingi Freyr, 7. er Tómas Freyr, Ásgeir er komin upp í 8. sætið og Magnús Geir er í 9. en bara 8 pinnum frá rauðulínunni þess að komast inn. Atli Þór Kári er í 10. sæti, hann er 39 pinnum frá gautinu. 11. Matthías Helgi, hann er 78 pinnum frá. 12. Stefán Máni, 85 pinnum frá. Síðan koma Birgir Guðlaus, Róbert Dan, Einar Kára og Björn Guðgeir Böddi. Þannig að þeir allir eru ekkert að fara að banka þarna á rauðlínuna til þess að halda áfram á morgun. Ef við skoðum leikinu svona án forgjafar sko, þá er þetta hörkuleikir hjá Ásgeiri Karli. Hann er með 247, 254, 213, 234. En aftur, hann er með langhæsta meðaltali og því lægstu forgjöfuna í mótinu. Þannig að hann þarf að spila sinn leik og helst rétt rúmlega. Hann er með 237 meðaltal fyrir þetta forgjöfuna. Og já, sem enga svensk. Jó, hann með 237 fyrir ekki bara úr þessu leikjum. Alls er meðaltalans, ég veit ekki hvað er. Stemming hérna á 1922 og allir með stakka pinna eftir. Þá er þetta spurningum að feikja. Gummi og stórklikk á því. Við komum bara inn að vera eitthvað merkilegt í fréttum.
Hei meiri sjens á næsta ári. Hvað?
fer nú svona líðandi að loka á þessum leik. Hérna á öðru settunum. Það gengi manna misjafnt. Arnar Óli Strömm að eiga bara þrælgóða leik hérna á 21-2, hann komin í að fara svona 197 fyrir þetta forgjöfuna, það er 250 eitthvað með forgjöfunni. Og hérna á stóru 22 komin í 177, getur farið 187 fyrir utan forgjöfuna, það er rétt undir 260, 250 og eitthvað hátt, þetta er eitthvað peka niður. Svo hvað Arnar Óli kynir. Svolítið fram á trínið, ok. 194 á forgjöf, 249 með forgjöf. Það heldur hann vonandi í hérna í topnum. Ástór 187, 258 með forgjöf. Eina ferðin er 19:20 að láta bíða eftir sér og það er út af endarausingum. Takkarnir virka ekki. Og Róbert Dan er alveg sæmilegasta leik, tekur 7 þarna. Einhverju hluta vegna kom skorið ekki inn hjá honum í skorkerfið. Hann ætti að vera með 9 feikju þarna í 10. Þannig að þetta eru 220 fyrir þetta forgjöfuna. Látum okkur sjá á neðri settunum, hann Ásgeir Karlagi á svona, hann er gæsalapa slaka leik með 202 fyrir þetta forgjöfuna. 3 opna þessir. Margur hér nú bara sáttur við 202, en hann vill klálega meira. Komum við ná eftir með hérna stöðuna eftir leik 5 og þá eins og gera skiljar einn leikur eftir.
spurði bara Magga, þú var hugsa bara eitt kast í einu. Bara hugsa um kastinu gott, ekki niðurstaðan. Það er mjög spurning, maður kannski verður þessi kast bara annað að vera góður. Ég auðvitað á morgun á það. Já, það er ekki góð morgun. Jafnvægi, svo alltaf stikaði smá. Nei, það var ekki jafnvægi. Ég gerði þetta. Alltaf byrjaði síðasta leik verði þetta og það var samt gegnaði leiki. Þannig að höldu bara með góð kost. Brúkum mig. Geggjaður. Það voru konar hérna nýjustu tölurnar úr Gráhús hreppnum. Það er einhver eftir og fyrsta sæti núna er samkvæmt þessu sýnist mér Adangir Baldursson 3891 pinna. Í öðru sæti er Arnar Óli
Hagström, hann er með 3.851 pinna og einu pinna þar á eftir er Ástór Þór Gunnarsson. 5 pinnum þar á eftir er Óskar Ingi Ólafsson. Síðan eru 40 pinnar í Inga Frey sem er í 5. sæti og rétt rúmlega 40 pinnar, 43 pinnar í Guðmund Sigurðsson í 7. sæti. Þar er reyndar jafn honum að stigum Tómas Freyr, verður með 3.803. 8. sæti er Ásgeir Karl Gústafsson. 9. sæti er hérna Magnús Geir Jensson og það munar bara 6 pinnum að hann komist inn í köttið, þannig að þetta er galopið. Atli Þór er í 10. 32 pinnum frá köttunum. Það þarf eitthvað rosa mikið að gerast þar til að hann náði því, en hefur verið svona, hvað við segja, tiltölulega spilumennskan í kvöld 161, 182, 180, 176, 177. Þannig að það er þess að fyrir út á forgjöfuna, þannig að hann þarf að fara í alveg bara 240, 50 til þess að fyrir út á forgjöfuna til þess að koma sér upp, hvað er það? 11. sæti Birgir Guðlusson, 12. Stefán Máni, 13. Matthías Helgi. Róbert Hann er í 14. Einar Kári í 15. og Björn Bauger í 16. Skoðum aðeins bara hvernig menn byrja hérna síðasta leikinn. Á efri setunum þá er Atakir með feiki og tværfellur. Og svo 9 núna. Ástór byrjar á 8 opið og tværfellur. Magnús gerir með 2 opna. Þannig að hann virðist ekki ætla að koma sér inn. Ásgeir Kalli með 9 feiki fellur, 9 feiki 5, 4, opnar 4. rammann. Guðmundur Sig byrjar á 3 fellum, fyrir hér inn í kastið og það er 6 innins mér. Arnar Óli Strömm byrjar á 2 fellum og svo 9 feikja, þannig að það er sterkt hjá honum. Adam Geir, já, hann er með feikju, tværfellu feikju. Já, þetta klárast er að klárast og þá séum við hvernig þetta verður. Kíkjum inn á eftir. Ekki alltaf verið neikvæður. Þetta kasta bara ekki, það er alveg rétt, en
Herru, ákveðin. Það var ekki ást hann. Búin að eiga fullt af góðu legugöldum. Höldu bara áfram því. Mikar þitt leiðunar. Annar dagar á morgundagur á honum. Þurfum ekkert að ná honum í dag. Hattigrópin. Apalagi. Ég var íslensk. Ég byrjaði að 26. Það var bara næsta ári. Ég hætti aldrei. Þú hættir það.
Við erum alveg að sjá hérna nokkra hörku leiki og sumum hérna alveg í blá lokin. Á efri settunum á 19 og 20 þar að Adagir bara, hann fer hamförum, hann er komið 4 röð hérna í 7., 7., 8. og 9. Róbert hann á neðri settunum, hann er nú með öfluga leik. Getur verið að fara í einhverja 2.45 fyrir út á forgjöf ef hann fellur út. Eða hvað, 2.15, jú, 2.45. Það fellur út. Sem hann gerir reyndar ekki. Og 7 þarna. Ásgeir galt með einhverja svakalega felli. Hrundi allt niður bara. Ástór á 19 og 20. Já, pikkar upp hérna 10-na með 9 fylgju í 10. ramma. Þeir að fara í einhverja 170 fyrir út á forgjöf, 2.40 komið forgjöfinni. Skítikast er Dómas á 22, svona þristur 10 og þristur er vaggaði meira en 10 datt. Það er með 9. Perfekta 3 hjá Ástóri, þannig að það er nú gott veganesti fyrir morgundaginn. Adagir heldur bara áfram, allir í fyrsta kastinu í 10. Sagði áðan hérna við áhörðuhópinn að hann hættir aldrei. Það er alveg hárrétt hugafar, aldrei að hætta. Sjá hvað hann gerir hérna í kastið 2 í 10. Já. Einu viðbót. Hann er að fara í 2.58 fyrir út á forgjöf. 2.86 með forgjöf. Það tekur einu viðbót. Óskar Ingi endar í 197 með forgjöfinni. Á neðri settunum Arnar Óli, hann er með svo mikið sem 150 og eitthvað, 170 kannski fyrir út á forgjöf. Hann klárar, 2.58 leikur, 2.86, vel fagnað hérna á bögnum. Fljúgandi 5 hérna út allt á Adagir.
Það er alveg eins og knús og allt saman þetta sem þetta mér að fá. Tómas er að fara hérna í 2.25 sennilega, 2.34 með forgjöf. Magnús Geir að fara í 2.27 með forgjöfinni. Á neðri brautunum Arnar Óli með Fellu í 9. fær 8 þarna. 2.20-30 svolítið. Það 2.30 pluss út í halda með forgjöfin í lokin. Þeir verða síðastar að klára þarna á 15 og 16. Við lögum streymunum að lifa áfram þar til við fáum lokaskorið. Arnar Óli missir 8 mínus í 10. Þá eru allir leikir komnir og við bíðum rosa spennt eftir að sjá stöðuskjalið uppfærast. Minni á að á morgun verða undanúrslit klukkan 7. Við ætlum að streyma áttur frá báðum hérna brautarpörunum eða settunum 15-18 og 19-22. Maður og mann skori fylgir, bónustigi í boði, allir að keppast að komast í topp 3. Það sem að úrslitu verða þarna í blálokin. Og kíkjum á þetta. Svona ég er bara spenntur eftir að sjá skjalið eða stöðuskjalið uppfærast. Veit það allan að Adagir heldur efstarsætinu með 4.177. Ástór Þór Gunnars er í öðru 4.093. Arnar Óli Strömm er í 3. sæti með 4.074. Óskar Ingi er í 4. sæti 4.042. Tómas Sveinn Garðarsson er í 5. sæti með 4.037. Guðmundur Sigurðsson í 7. sæti 4.031. Í 7. sæti er Magnús Geir Jensson. Hann er með 3.976 og 8. og síðasta sæti inn í undanúrslitum morgun. Ásgeir Karl Gústason 3.966. Ekki, sjáum hérna aðeins hvort að restin uppfæri sig þannig við vitum hver er hvar í neðri sætunum.
Já, og hér gerist það, akkurat, þeir eru komið lokastaðan. Þeir eru jafnir í 8. og 9. sæti, þar er Ásgeir Karl Gustafsson og Ingi Freyr Bragason með 3.966 pinna. Þá gildir sagt herri síðasta leikurinn og þar spilaði Ásgeir Karl herri leik og tekur því 8. sætið inn. Látum ykkur sjá, það er engar ekki rönnu jafntefli, jú, það er hérna í 12. og 13. sæti, ekki það skipta öllu máli. En Róbert Danni er þá í 12. sætinu. Við skulum fara bara hérna aðeins í lokin áttur yfir stöðuna. Adageir er í 1. sæti, Ástór Þór í 2. sæti, Arnar Óli Strömm í 3., Óskar Ingi í 4., Tómas Freyr í 5. sæti, Guðmundur Sigurs í 7., Magnús Geir í 7., Ásgeir Karl í 8. sæti, þeir halda áfram á morgun. 9. sæti er Ingi Freyr Braga, 10. sæti er Atli Þór Kárason, 11. er Stefán Máni Unnarsson, 12. Róbert Dan Sigursson, 13. Birgir Guðlusson, 14. Matthías Helgi Júliusson, 15. sæti Einar Kári Guðmundsson úr Öspirni og bara nöfnum hann alveg sérstaklega, frábært að sjá hann komast í top 16. Og 16. sætið, heiðursætið, segjum við bara Björn Guðgeir Sigursson. Já, 9. sætið var jafnt á pinnum en 54 pinnar í hérna 10. sætið. Eins og sagði áðan, það var ekkert að fara að gera sig. En byrjum áttu 7 á morgun á sama stað. Takk fyrir að horfa og takk fyrir að hlusta. Sjáumst á morgun. Bless.